Hungurvaka. Formáli. Bækling þennan kalla ég hungurvöku, af því að svámun mörgum mönnum ófróðum og þó óvitrum gefið vera, þeim hann hafa yfirfarið, að miklu mundu vilja vita uppbrás og ævi þeirra merkismanna, hér verður fátt frá sagt á þessi skrá. En ég hefi þó nálega öllu við slegið að rita það sem ég hefi í minni fest. Hefi ég af því þennan bækling saman settan, að eigi falli mér með öllu úr minni, það ég heyrða af þessu máli segja hinn fróða mann Gizur Hallsson og enn nokkura menn aðra merkilega hafa í frásögn fært. Það ber og annað til þessa rits að teygja til þess unga menn að kynnist vart mál að ráða, það á norrænu ritað lög eða sögur eða mannfræði. Set ég af því heldur þetta á skrá en annan fróðleik þann áður á skrá settur, að mér sýnist mínum börnum eða öðrum ungmennum vera í skyldasta lagi að vita það eða forvitnast hvernig eða með hverjum hætti að hér hefur magnast kristnin og biskupsstólar settir verið hér á Íslandi og vita síðan hverjir merkismenn þeir hafa verið biskuparnir hér hafa verið og ég ætla nú frá að segja. En það skyldar mig til að rita hversu staðurinn hefur eflst og magnast í Skálaholti eða þeirra manna ráð hann hafa varðveittan ég hefi með Guðs miskunn alla gæfu af þeim hlotið þessa heims. En mig varir að vitrum mönnum mun þykja bæklingur þessi jafn líkur sem hornspánar efni, af því að það ófimlegast meðan vangert þó að alfagurt sé, þá tilgert En þeir menn sváhenda gaman af þessum bæklingi, megu það afnýta að skemmta sér við og þeim öðrum lítillátlega vilja til hlýða, heldur en að hætta til hvað annað leggst fyrir, þá áður þykir dauflegt, því að margur hefur þess raun, ef hann leitar sér skammrar skemmtanar, að þar kemur eftir á löng áhyggja. Sýnist mér það ráð, að sá hafi af þessum fróðleik fátæka ritaður það best gegnir, og hann hendir svo gaman að, og varðveiti það eftir á, sjálfum mun í geð falla, en felli það niður honum fellur eigi í skap. En þeim sýnist mér það best sóma bæta vilja það, áður þykir hér ómerkilega sagt vera, og þeir vitu annað sannara. Heldur en þeir færi þetta eða hafa að spotti, en vili eigi eða hafa eigi föng á að bæta. En því hefi ég jafnað þessu til hornspánar, að mér sýnist forkunnar efni í vera, en ég veit að mjög þarf að fegra, og skal ég þaðan að vera, meðan ég til fær að bæta. Verði ég og af því skyldugur til að það mun að mínum völdum og vanrækt, ef það nokkuð í þessu máli sem rangt reynist. Það ritað en eigi þeirra manna ég þykjumst þennan fróðleik eftir hafa. En það fornorðskviður að hús skal hjóna fá. Segi ég af því fyrst hversu bærinn hefur byggst í Skálholti, en síðan frá þeim staðinn hafa varðveittan. Frá Ísleifi biskupi. Ketilbjörn hinn gamli bjó að Mosfelli og átti margt barna. Teitur hét sonur Ketilbjarnar, hann var sá gæfumaður að hann byggði þann bæ fyrst, í Skálaholti heitir, nú göfgastur bær á öllu Íslandi. Sá var önnur gæfa hans að hann átti að syni Gizur hvíta með kristni kom til Íslands og bjó í Skálaholti eftir Teit föður sinn. Gizur hvíti átti 3 konur. Fyrst átti hann Halldóru dóttur Hrólfs úr Geitlandi. Þeirra dóttir var Vilborg, átti Hjalti Skeggjason. Gizur átti síðan eyverska konu Þórdís hét, og var þeirra sonur Ketil, átti Þórkötlu Skaftadóttur. Gizur átti síðast Þórdísi
dóttir Þórodds goða á Hjalla í Ölfusi, og áttu þau margt barna. Þeirra sonur var Ísleifur, honum fylgdi Gizur utan og seldi hann til læringar Abbadísi einni í borg þeirri Herfurða heitir. Ísleifur kom svo til Íslands að hann var prestur og vel lærður. Hann fangaðist og fekk Döllu Þorvaldsdóttur úr Ási. Þau gátu 3 sonu, Gizur hét sonur þeirra síðan var biskup. Annar var Teitur síðan bjó í Haukadal, þriðji hét Þorvaldur bjó í Hraungerði, mikil höfðingi. Gizur hvíti lét gera eina fyrstu kirkju í Skálaholti og var þar grafinn að þeirri kirkju, en Ísleifur bjó í Skálaholti eftir föður sinn. Ísleifur var vænmaður að áliti og vinsæl við alþýðu og alla ævi, réttlátur og gráðvandur, gjöful og góðgjarn, en aldrei auðugur. En Ísleifur var 50 að aldri og Ísland hafði eigi fjarri því að lengd kristið verið, þá var hann beðinn til utanferðar og valdur til biskups af allri alþýðu á Íslandi. Síðan fór hann utan og suður til Saxlands og sótti heim Heinrek keisara Konráðsson og gaf honum hvítabjörn kominn var af Grænlandi, og var það dýr mesta gersemi. En keisarinn fekk Ísleifi bréf sitt með innsigli allt veldi sitt. Síðan fór hann til fundar við Leónem páfa, en páfinn sendi bréf sitt Aðalbertó erkibiskupi í Brimum að hann skyldi gefa Ísleifi biskupsvígslu á hvítdróttins dag, og kveðst páfinn þess vilja vænta með Guðs miskunn að þá mundi langæst tign verða á þeim biskupsdómi, ef hinn fyrsti biskup væri vígður til Íslands á þeim degi Guð prýddi alla veröld í gift heilags anda. Og var Ísleifur þá vígður til biskups á þeim degi að boða páfa af Aðalbertó erkibiskupi í Brimum 14 nóttum fyrir Kolumba messu, og fekk erkibiskup honum alla þá reiðu hann þurfti að hafa með biskupstign eftir því sem páfinn sendi orð til og keisarinn. Síðan fór Ísleifur biskup það sama sumar til Íslands og setti biskupsstól sinn í Skálaholti. Hann hafði nauð mikla á marga vegu í sínum biskupsdómi fyrir sakir óhlýðni manna. Má það af því merkja nokkuð í hverjum nauðum hann hefur verið fyrir sakir ótrú og óhlýðni og ósíða sinna undirmanna, að lögmaðurinn átti mæðgur 2 og þá lögðust sumir menn út í víking og á herskap, og mörg endæmi tóku menn þau til önnur, þau nú mundið ódæmi þykja ef menn hendi slíkt. Daga Ísleifs biskups komu út biskupar af öðrum löndum og buðu þeir margt línara en Ísleifur biskup. Urðu þeir því vinsælir við vanda menn, þar til Aðalbertus erkibiskup sendi bréf sitt út til Íslands og bannaði mönnum alla þjónustu af þeim að þiggja, og hvað þá suma vera bannsetta, en alla í óleyfi sínu farið hafa. Daga Ísleifs biskups kom út sá biskup Kolur hét, og andaðist hann út hér. Hann var grafinn í Skálaholti, og var sú kirkja hér á landi fyrst prýdd í 10 manns grefti, að réttu kallast andleg móðir annara vígðra húsa á Íslandi. Ísleifur biskup hafði ávallt óhægt bú fyrir peninga. Váru tilföng lítil en atsókn mikil, og var af því honum erfitt búið. Margir menn seldu honum sonu sína til læringar, og váru þeir síðan góðir kennimenn, en 2 urðu biskupar, Kolur í Vík austur í Noregi og Jón biskup að Hólum. En þá Ísleifur biskup hafði verið 24 vetur, þá tók honum sótt á alþingi messu svo fast og skjótt að hann var þegar að fara úr messuklæðum, og fór þá í messuklæðum Guttormur prestur Finnólfsson og úr Laugardal að ráði biskups, og tók þar til messunar sem biskup hvarf frá og lauk messunni. Síðan var biskup færður heim að Skálaholti og var gert rúm hans í kirkju. Menn leituðu þá eftir heilræðum við hann, bæði biskupskosning og þá hluti aðra þeim þótti að skyldu þurfa að tala, en hann lagði þau ráð til að þeir skyldu biðja til Guttorm prest til utanferðar, og taldi hann best til fallinn af þeim mönnum þá váru samlendir,
en sagði þó að þeim mundi seint auð biskups á Íslandi ef þeir héti eigi því að vera við þann sæmilegar síðar kæmu til en þeir hefði við hann verið. Efra hluta ævi Egilsleifs biskups bar marga hluti honum til handa. Það mjög birt í gæsku hans fyrir þeim mönnum það kunnu að skynja, að því að margir menn báru þeir óðir færðir honum til handa heilir gengu frá hans fundi. Munngát blessaði hann, það skjaðak var í, og var þaðan frá vel drekkanda, og margt annað þessu líkt bar honum til handa. Þótt greina nú ekki svá sér hvað það sem hann gerði og innum vitrustum mönnum þóttu innir mestu kraftar fylgja. Ísleifur var vígður til biskups og þá hann var 50 að aldri. Þá var Haraldur Sigurðarson konungur yfir Noregi. Ísleifur biskup andaðist á Dróttinsdegi í kirkju að Skálaholti að miðjum degi dags 3 nóttum fyrir seljumannamessu. Þá hafði hann biskup verið 24 vetr og var hann grafinn hjá leiði Kols biskups. Þá var liðið frá hingað burði Kristi 1000 ár, sjá 73 vetr. Frá biskupum útlendum. Þess getið að biskupar komu út hingað til Íslands daga Ísleifs biskups, en Friðrikur einn kom áður út. Sá sögur sé frá Gervar. En þessir hafa svo komið að menn hafa helst skyn á vitað Jón biskup írski, og það hafa það sumir menn fyrir sagt að hann færi síðan til Vindlands og sneri þar mörgum mönnum Guðs, og var síðan tekinn og barður og höggnar af bæði hendur og fætur, en höfðu síðast, og fór með þeim píningum til Guðs. Hinn þriðji biskup kom til Íslands Bjarnvarður Vilráðsson, kallaður var bókvísi, og sumir menn segja að af Englandi væri og hafi fylgt Ólafi Helga, og hafi síðan af hans ráði farið til Íslands. Hinn fjórði hét Rúdolfur biskup, en sumir kalla að Úlfur héti, og væri kynjaður af Rúðu úr Englandi. Hann var 19 vetur á Íslandi og bjó í bæ í Borgarfirði. 50 kom til Íslands Heinrekur biskup og var 2 vetur á Íslandi. Hinn sjötti var Bjarnvarður biskup saxlenski og var með Magnúsi konungi góða Ólafssyni og fór síðan til Íslands og var á Íslandi 20 vetur. Hann hafði 2 bústaði í Vatnsdal, að Giljá og Steinstöðum. Hann vígði margar hluti, þá marg merki hafa á orðið, kirkjur og klukkur, brúar og brunna, vöð og vötn, björg og bjöllur, og þykja þessir hlutir hafa byrt sanna tígn hans og gæsku. Bjarnvarður var á Íslandi meðan Haraldur konungur var í Noregi Sigurðarson, því að þeir váru eigi samsáttir. Síðan fór hann utan og til handa Ólafi konungi Kyrra, syni Haralds, og síðan fór hann til Róms að bæn konungs og friðaði fyrir önduðum. En biskup kom aftur, þá skipaði konungur hann biskup í Selju, en síðan fór hann í Björgvin og andaðist þar, og einmælt að hann hafi verið mesti merkismaður. Á dögum Ísleifs biskups urðu stór og mörg tíðindi. Þá var í Noregi fall hins Helga Ólafs konungs. Þá var og andlát Magnús konungs góða, sonar Ólafs konungs, og andaðist hann í Danmörk, en lík hans var fært norður til Þrándheims til Niðarós. Þeir önduðust báðir áður en Ísleifur var biskup, en síðan hann var biskup fell Haraldur konungur Sigurðarson á Englandi og litlu síðar Haraldur Guðnason. Þá andaðist Magnús konungur sonur Harald Sigurðarsonar og Sveinn Úlfsson Danakonungur og Þorkel Eyjólfsson, Gellir Bölverksson, Þorsteinn Kaukason, Snorri goði og aðrir mikilsáttar menn. Af Gissuri biskupi Ísleifssyni. Gissur, sonur Ísleifs biskups, var fæddur í Skálaholti, en hann var lærður á Saxlandi og vígður til prests þegar á unga aldri. En hann kom út til Íslands, þá kvangaðist hann og fékk Steinunnar Þorgrímsdóttir, áður hafði átt Þórir Broddason, og bjuggu þau fyrst að hofi í Vopnafirði.
Gissur var mikil maður vexti og vel bolsvexti, bjarteygur og nokkuð opineygur, tígulegur í yfirbragði og allra manna góðgjarnastur, rammur að afli og forvitri. Gissur var alger atsér alla hluti þá karlmaður átti atsér að hafa. Hann var farmaður mikil inn fyrri hluta ævi sinnar meðan Íslensku lifði og var jafnan mikils virður, hvar sem hann kom og var þá tígnum mönnum á hendi hann var utanlands. Haraldur konungur Sigurðarson var þá konungur í Noregi og mælti hann þeim orðum við Gissur að honum kvaðst þá svá sýnast til að hann mundi best til fallinn að bera hvert tignarnafn sem hann hlyti. Til Róms fóru þau bæði hjón áður þau færi til Íslands. Gissur var eigi samlendur þá faðir hans andaðist og kom hann út annað sumar eftir alþingi í Rangarósi og var á skipi nokkurrar nætur og vildi eigi til þings ríða meðan engi var til biskups kjörin á þinginu. En höfðingjarnir báðu Guttorm prest til utanferðar eftir því sem þeim þótti Ísleifur biskup hafa helst á stofnað og var það síðir að hann játaði því ef eigi þætti önnur föng vildari á vera. En Gissur spurði það að Guttormur prestur var ráðinn til utanferðar þá reið hann til þings. En Gissur kom til þings þá gekk Guttormur prestur í hlaðið fyrir kirkju og lýsti því þar fyrir alþýðu manna að engi kostur væri á hans utanferð, síðan Gissurar var við kostur. Sneri þá alþýðan að Gissuri og báðu hann utanferðar, en hann taldist undan á marga vegu. En þó kom þar síðir að hann játaði að ganga undir þann vanda, en allir höfðingjar hétu honum að halda á hlýðni Ölguðs boðorð þau hann byði, ef honum yrði biskupsvígslu auðið. Síðan fór hann utan það sama sumar, en hann kom til Saxlands, þá var allt embætti tekið af Liemaro erkibiskupi. Fór hann þá á fund Gregorí páfa og sagði honum allan málavöxt sinnar ferðar og sá vandræði þau sem hann var að vera á marga vegu. En páfinn sendi þá Gissur til handa Harðvík erkibiskupi í Magðaborg á Saxlandi og bauð að hann skyldi gefa honum biskupsvígslu, en hann tók við honum með mikilli sæmd og virðingu og vígði hann til biskups 4 nóttum fyrir Maríumessu innan síðari. Hann var þá fertugur að aldri og fekk erkibiskup honum það allt hann þurfti bráðafangs til nauðsynja. Eftir það fór Gissur biskup út til Íslands og tók alþýða feginsamlega við honum. Hann tók tígn og virðing svo mikla þegar snemmendis biskupdómsins og svo vildi hver maður sitja og standa sem hann bauð, ungur og gamal, sæl og fátækur, konur og karlar, og var rétt að segja að hann var bæði konungur og biskup yfir landinu meðan hann lifði. Hann hafði eigi allt land til ábúðar í Skálaholti fyrst nokkura stund biskupsdæmis síns af því að Dalla móðir hans vildi búa á sínum hluta landsins meðan hún lifði. En þá hún var önduð og biskup hlaut allt land, þá lagði hann það allt til kirkju þeirrar í Skálholti og hann sjálfur hafði gera látið, 30 að lengd, og vígði Pétri Pjóstula og mörg gæði önnur lög lagði Gissur biskup til þeirrar kirkju, bæði í löndum og lausafé, og hvað á síðan að þar skyldi ávallt biskupstól vera, meðan Ísland væri byggt og kristni má haldast. Gissur biskup gaf til kirkju í Skálaholti purpurhökul hvítan þar hefur lengi síðan best verið, og margar gersemar aðrar. Þessir menn voru samtíða Gissuri biskupi. Sæmundur prestur í Odda bæði var forvitri og lærður allra manna best. Annar Markús Skeggjason lögsögumaður var mesti spekingur og skáld. Þeir báru ráð til samans og sóttu að ráði höfðingja að það yrði lögtekið að menn tíundaði fé sitt af hverjum misserum og allan lögvöxt fjár síns sá sem í öðrum löndum títt þar kristnir menn byggja. En með ráðleitni þeirra og fortölum spaklegum urðu þau málulok að menn gengu undir tíundargjaldið
og skildu síðan skipt í 4 staði. Einn hlut til handa biskupi, annan til kirkna, 3. hlut skildi hafa kennimenn, en 4. hlut fátækir, og hefur eigi annar slíkur grundvöllur verið auðræða og hægenda í Skálholti sem tíundargjaldið þar tillagðist þá fyrir vinsæld og skörungskap Gizurar biskups. Steinunn Þorgrímsdóttir hafði búsforráð í Skálaholti fyrir innan stokk meðan Gizur biskup réð fyrir stólnum, en Dalla meðan Ísleifur biskup lifði. En Gizur biskup hafði setið að stólnum 20 vetr eða því nær, þá felldu Norðlendingar bænat honum að þeir skildi ná að hafa biskup einn sér og setja þar biskupsstól annan í Norðlendingafjórðungi, allan að aftektum, og væri 2 biskupsstólar á Íslandi, og töldu þess ván að annað hvort myndi ván vera að sjaldan eða aldrei myndi verða biskupslaust á landinu ef 2 væri biskupsstólarnir, og þá bæn veitti Gizur með Guði Norðlendingum og var síðan valdur til biskups af Guði og góðum mönnum Jón prestur Ögmundarson, og fór hann utan með bréfum Gizurar biskups og sótti síðan á fund Paskalis páfa, og var hann vígður til biskups af Össuri erkibiskupi í Lundi, í Skáneyju 2 nóttum fyrir Filippi messu og Jakobi. Jón fór síðan til Íslands og setti biskupsstól sinn að Hólum í Hjaltadal í Skagafirði. Gizur biskup hafði telja látið bændur á Íslandi, þá þengvararkaupi áttu að gegna, og váru þá 700 í Austurlendingafjórðungi, en 1000 í Sunnlendingafjórðungi, 900 í Vestfirðingafjórðungi, en í Norðlendingafjórðungi 1200, og var sá auðugastur að jöfnu mantali. Andlát Gizurar biskup og frá tíðendum. En Gizur biskup var orðinn hálf áttræður, þá tók hann þyngd svo mikla að hann reis ekki úr rekkju, og var hann eigi þingfær. Hann sendi þá orð vinum sínum og öllum höfðingum til Alþingis að menn skildi biðja Þorlák prest Runólfsson til utanferðar. En hann taldist undan bæði fyrir æskusakir og margra annarra hluta. En þó lauk sváð því máli að hann játaði að ganga undir þann vanda ef það væri biskupsráð. Síðan lét Gizur búa ferð hans uns hann var að öllu vel búinn, og fekk honum bréf sitt á fund Össurar erkibiskups, en sótt elnaði á hendur Gizuri biskupi og gerðist ströng og hörð og óhæg, og fellu stór sár á hörund hans allt að beini, og fylgdu stór óhægindi fyrir verku. En mjög tók að honum að sækja, og menn þóttust heyra að beinin gnötruðu við hræringarnar, og gekk Steinunn húsfreyja að sænginni og spurði hversu þá skildi mætti manns komið vera, heita skal fyrir manni. En biskup svarar, því að eins skal heita á Guð að aukast ávallt mín óhægindi, ef til þess heitið meðan ég má standast, því að engi efni eru á því, segir hann, að biðjast undan Guðs bardaga nálega mun komið á enda ævi minnar, og gengið áður margt að sólu. Hann var og þá að spurður hvar hann vildi láta grafa sig, en hann svarði með viðurkomningu og miklu lítillæti, grafið þér mig hvergi í nándir föður mínum, sagði hann, því að ég þess eigi verður að hvíla honum nær. Síðan skipaði hann til allra hluta eftir því sem hann vildi að væri áður en hann andaðist. Synir hans önduðust áður allir fyrr en hann nema Böðvar. Gróa dóttir hans lifði eftir hann og var gift Katli Þorsteinsinni. Gizur var vígður til biskups, þá hann var fertugur að aldri. Þá var Ólafur kyrri konungur að Noregi, sonur Harald Sigurðarsonar. Gizur biskup andaðist 3. dag viku 12 nóttum fyrir Kolumbamessu. Þá hafði hann verið biskup 35 vetr. Hann var grafinn hjá föður sínum. Þá var liðið frá hringatburði Kristi 1111 ár. Sváfell mörgum manni nær andlát Gizurar biskups að aldrei gekk úr huga manna meðan þeir lifðu. En það kom ásamt þeim öllum mönnum að hann þóttist aldrei iðgjöld fá. Það hefur og verið allra vitra manna mál að hann hafi af Guðs góðgift og sjálfsinni atgerfi göfgastur maður verið
á Íslandi, bæði lærðra manna og ólærðra. Á því ári Gissur biskup andaðist, þá andaðist og Paskalis páfi og Baldvini Jórsalakonungur, Arnhallur patriarki í Jórsalaborg, Alexius Grikkjakonungur, Filippus Frakkakonungur. Þá gerðist og óveðrátta mikil. Þá var sú hríð dymbildaga að kennimenn máttu eigi veita tíðir í kirkjum fyrir norðan land föstudaginn langa, og þá hóf upp knörr undir Eyjafjöllum og sneri á lofti og kom hvelfandi niður, og lítill hlutur manna mátti taka Corpus Domini á páskadag, en sumir urðu úti. Önnur hríð kom þá menn riðu til þings og drap fé manna fyrir norðan land, braut og kirkju á Þingvelli, og þá Haraldur konungur Sigurðarson hafði við til fengið. Það sumar kom til Íslands hálfur fjórði tugur mannskipa, en 8 komu til Noregs haustið eftir Mikjálsmessu. Við það óx svo mikil mannfjöldi á Íslandi að það var mikil óárans auki í mörgum hérðum. Sá hugðist að viturlegum mönnum að sá þótti drjúpa Ísland eftir fráfall Gizurar biskups sem Rómaborgarríki eftir fall Gregorí páfa. En fráfall Gizurar biskups bendi til ættar öll óhægindi á Íslandi af óáran, bæði í skipabrotum og manntjóni og fjárskaða því fylgdi, en eftir það ófriður og lögleysur, og á það ofan manndauði sá allt landið, að engi hafði slíkur orðið síðan landið var byggt. 2 vetrum eftir lát Gizurar biskup var Hafliði Másson sár á Alþingi og varð ekki málið dæmt það sumar. Böðvar einn lifði svona Gizurar biskups, þá hann andaðist, en áður önduðust aðrir synir hans, Teitur, Ásgeir, Þórður og Jón. Gróa lifði og lengi síðan og varð nunna og andaðist í Skálaholti daga Klængs biskups. Í biskupsdómi Gizurar biskups urðu mörg stórtíðindi, líflát hins helga Knúts konungs á Fjóni og Benedikts bróður hans, Vilhjálms Englandskonungs, andláts Ólafs konungs Kyrra og Hákonar Magnússonar í Noregi, fall Magnús konungs Berbeins vestur á Írlandi, á Ulastýri, færsla hins helga Nikulá biskups í Bár, andlát Ólafs konungs Magnúsar í Noregi, líflát Magnús Jarls hins helga, andlát lögsögumanna Markús og Úlfhéðins og Teits Ísleifssonar og annarra svona Ísleifs biskups, eldsuppskváma í Heklu og önnur stórtíðindi þau að hér sé eigi til lögð. Kapitel 6 af Þorláki biskupi Runólfssyni. Þorlák Runólfsson Þorlákssonar, Þórarinssonar, Þorkelssonar Skotahvolls og sonur Hallfríðar Snorradóttur Karlsefnissonar var fæddur upp með föður sínum í barnæsku, en hann var lærður í Haukadal. Hann var snemmandi skynsamur og siðlátur og hugþekkur hverjum góðum manni. Bænahaldsmaður mikil var hann þegar á unga aldri og skjótur í skilningum og lagður til kennimannskapar. Linur var hann og lítillátur og óafskiptasamur, heilráður og heilhugaður við alla þá hjá honum váru, mjúklátur og miskunnsamur við þá þess þurftu við, frændrækinn og forsjál í flestum hlutum, bæði fyrir sína hönd og annarra. Þorlákur hafði þá 2 vetur hins 4. tígar hann var til biskups kjörinn, og má af því marka hver maður hann var, sá maður kaus til hins mesta vanda vitrast var og göfgast var en honum kunnastur, en var Gizur biskup. Þorlákur var meðalmaður vexti, langleitur og ljósjarpr á hár, þokkagóður, en kallaður ekki vænmaður af alþýðu né allskörulegur að ávarpi vel flestra manna. En hann kom utan lands, var þá svo á tekið að lítið mundi mannval vera á landinu, og þeim sýndist hann ósendilegur til slíkra tignar. En hann svarði sjálfur að eigi kæmi það til þess, og hvað það mest til valda, að hann hefði meir lengt andmörkum fyrir mönnum en Guði,
og af þessum svörum þóttust menn vita að hann mundi vel til fallinn vera slíkra tignar. En hann kom á fund Össurar erkibiskups, þá sá hann brátt hver Þorlákur var og tók við honum með sæmd og virðingu, en hafði í nokkurrar tregðu vígslu hans og taldist eigi kunna að setja höfuð á höfuð ofan. En þó að orðsendingu Gizurar biskups, þá hét hann honum vígslunni og vildi eigi til þess staðar vígja áður var annar biskup að, og bað hann kjósa sér stað að hann væri til vígður, en leyfði þó að hann væri í Skálaholti, ef Gizur biskup leyfði honum það, ef hann væri á lífi, þá Þorlákur biskup kæmi út. Þorlákur var vígður til biskups 3 nóttum fyrir Filippímessu og Jakobi, og var hann vígður til staðar í Reykjaholti í Borgarfirði. En hann var vígður í Danmörk 3 tigum daga fyrr en Gizur biskup andaðist í Skálaholti. Þorlákur biskup fór til Íslands það sama sumar sem hann var vígður, og tók menn feginsamlega við honum, sem verðugt var. Hann hélt hinu sama lítillæti í biskupsdómi sínum sem hann hafði áður haft, og alla lét hann sína mannkosti í vöxt fara, en engan þverra meðan hann lifði. Hann tók marga menn til læringar og urðu þeir síðan góðir kennimenn, og í mörgu efldi hann kristnina á Íslandi. Þá Þorlákur biskup hafði 3 vetur setið að stóli, þá andaðist Jón biskup Ögmundarson að Hólum, en síðan var kjörinn í staðinn Ketil Þorsteinsson, og fór hann utan og suður til Danmerk, og var þar vígður til biskups 10 nóttum eftir Kyndilmessu, og kom til Íslands í sama sumar eftir. Þorlákur biskup ruddi til þess á sínum dögum að þá var settur og ritaður kristinalaga þáttur eftir inna vitrustu manna forsjá á landinu og umráðum Össurar erkibiskups, og váru þeir báðir viðstaddir til forráða Þorlákur og Ketil biskup, og margt var það annað sem þeir settu og sömdu á sínum dögum til siðbótar landsmönnum. Þorlákur biskup bauð barnfóstr Halli Teitsinni í Haukadal, og fór þá Gissur sonur Halls í Skálaholt, og var biskup við hann svo ástúðlegur að hann væri hans sonur, og spáði honum það síðar gekk eftir að slík merkismaður mundi trautt finnast á Íslandi sem hann var, og varð á því raun síðan. Þorláki þjónaði hinn sami prestur ávallt meðan hann lifði, og hann var biskup Tjörfi hét, og var Böðvarsson mikil dýrðarmaður, og hann hafði áður berið með Gizuri biskupi, og mátti af slíku sjá og öðrum hans daglegum háttum prýðilegum, hversu jafnlyndur hann var að góðu í sínu lífi. Hann söng hvern dag þriðjung og af passaltara seint og skynsamlega, en þess á millum kendi hann og ritaði eða las helgar ritningar eða læknaði ráð þeirra manna þess þurftu og á hans ráð komu. Aldrei var hann iðjulaus. Ör var hann við aumingja en kallaður féfastur af alþýðu, og sparði þó aldrei penninga af nauðsynum til allra þarflegra hluta. En Þorlákur biskup skorti 3 vetur á 50 að aldri, þá tók hann sótt eftir það og lá í svefnhúsi því hann var vanur að sofa í og lærðir menn hans. En sóttina tók að vaksa, lét hann lesa yfir sér bók þá heitir Cura Pastoralis. Þá bók hefur Gerva Gregorius páfi og segir svo greinilega hversum þeim manni skal farið vera að öllu stjórnarmaður skal vera annara manna. En það þóttust menn finna að hann hugði síðan betur til síns andláts en áður en bókin var lesin. Hann bjóst síðan við andláti sínu sem hann kaus sjálfur, og eigi vissi almúginn hvað framfór í sóttinni allt til andláts. Þorlákur var vígður til biskups á dögum Gelassi páfa. Þá hafði hann 3 vetur hins 4. tígar. Þá váru konungar í Nórey, Eysteinn og Sigurður Jórsælafari. Hann andaðist næsta dag fyrir Brigittarmessu. Þá hafði hann biskup verið 15 vetur,
og var grafinn hjá einum fyrrum biskupum. Þá var liðið frá hingatburði Kristi 1100 vetra og 26 vetur. Sá 7. kapítuli frá 10. Sá atburður varð fyrir norðan land þann sama dag Þorlákur biskup andaðist, að á þeirri sömu stundu fór leiðar sinnar sá prestur, ein fróður og göfugur Árni hét, sonur Bjarnar Karlsefnissonar. Hann heyrði söng fagran upp í himinin og yfir sér og var sungin Kantilena Lamberti biskups þessi. Sig animam claris celorum credidit astris. En það var vitað, þá til var prófað, að engi maður hafði þar í nánd verið, þótti af því mörgum mönnum mikils vert þennan atburð og létu sér eigi úr minni fella. Margt merkilegt og gæskusamlegt að segja frá Þorláki biskupi Runólfssyni. Þau tíðindi urðu í hans biskupsdómi að þá andaðist Helgi Jón biskup að Hólum og Eysteinn konungur og Sigurður Jósalarfari. Sæmundur presturinn fróði andaðist það vár eitt sama, Þorlákur biskup andaðist áður vetrun. Þá var og víg Þorsteins Hallvarðssonar og Tóris Símunarsonar. Þá andaðist Bergþór lögsugumaður. Þá var lögdeila þeirra Hafliða Mássonar og Þorgils Óttarssonar. Þá var og sagt þeirra, margir höfðingjar váru Þorláki biskupi óhægir fyrir sakir hans sinnar óhlýðni, en sumir í óráðvendni og lagabrotum, en hann hafði allt í höndum sem best váru efni í. 8. kapítuli frá Magnúsi biskupi Einarssyni. Magnús var sonur Einars Magnússonar, Þorsteinssonar, Hallssonar af Síðu og Þuríðar Gilsdóttir Hafurssonar, Svertingssonar, Hafurbjarnarsonar, Moldagnúpssonar. Magnús var uppfæddur með Einari föður sínum og Oddnýju stjúpmóður sinni, dóttur Magnús prests Þórðarsonar úr Reykjaholti. Þessum kváðust þau mest unnat hafa af öllum sínum börnum. Magnús var til bækur settur og vígður öllum vígslum áður hann var prestur. Magnús var væn maður að áliti og heldur hár maður vexti, fagur eigur og vel limaður, tíður og þekkilegur og allra manna skörulegastur í öllu yfirbræði og glátgæði. Hann var ljúfur og lítillátur við alla, stórlyndur og staðfastur í skapi, fullræðasamur, frændrækinn, margfróður og málsnjálfur. Hann rændist vel brugðinn við hvort tveggja, búnað og farar og var ávallt alla manna sættandi, hvar sem hann var við mál manna staddur og sparði þess ekki hvorki orðinja sín auðafi. En þá Þorlákur biskup hafði andast áður vetrinn, þá var Magnús kjörinn til biskups eftir sumarið, og það sumar ætlaði hann til utanferðar og var aftreka í Blönduós og var þá í Skálaholti vetrinn og fór utan annað sumar eftir til Noregs. Það sumar fór hann utan þeir Magnús Sigurðarson og Haraldur Gilli börðust á fyrirleif og stökk þá Haraldur undan suður til Danmerkur. Magnús biskupsefni fór og suður til Danmerkur eitt sama haust og gafir Haraldi konungi og tókst þá vinfengi þeirra mikill. Magnús fór á fund Össurar erkibiskups og tók hann við honum virðulega og vígði hann til biskups á Símonis messudag. Þann vetur næsta var Magnús biskup í Sarpsborg, þar til Haraldur konungur varð innlendur. Þá fór hann til hans og tók konungur feginsamlega við honum og með hinni mestu sæmd og virðingum og var hann með honum þar til hann fór út aftur til Íslands og þá af konungi virðulegar gjafir, borðker vá 8 merkur og var þar síðan káleikur úr gerð og margar gjafir aðrar því að konungur var örr og stórlyndur við vini sína. Magnús biskup kom út til Íslands alþingi og kom í Eyjafjörð og greið til þings og kom þar þá menn váru að dómum og urðu eigi ásáttir eitthvert mál. En þá kom maður að dóminum og sagði að Magnús biskup riði á þingið.
en menn urðu svo fegnir þeirri sögu að þegar gengu allir menn heim. En biskup gekk síðan út á hlaðið fyrir kirkju og sagði þá öllum mönnum senn þau tíðindi er gerst höfðu í Noregi meðan hann var utan, og þótti öllum mönnum mikils vert málsnild hans og skörungsskap. Þá reyndist og brátt hver ágætis maður hann var í sínu stórlendi og forsjá, bæði fyrir sína hönd og annara, af því að hann sparði aldrei fjárhluti til meðan hann var biskup, að sætta þá sem áður váru sundurþykkir, og lagði það jafnan af sínu til, þeirra var í milli, og urðu af því engar deildir með mönnum, meðan Magnús var biskup. Hann hélt hinu sama lítillæti sínu við alþýðu sem áður þótt væri biskup, og var hann af því vinsæli en flestir menn aðrir, og hafði þar marga stóra hluti til þess gert. Magnús biskup lét mjög auka kirkju í Skálaholti, og vígði síðan og var kirkjudagur settur í Seljumannamessu. En áður hafði verið krossmessu á vár, þá Gissur biskup hafði vígt. Magnús biskup lét tjalda kirkjuborða þeim hann hafði úthaft, og voru það innan mestu gersemar. Hann hafði og út pelþat hökul sá var úr gerð skarmendingur heitir. Magnús biskup eldi og sá mjög staðinn í mörgum tillögum, þeim lengi hefur mest gæði atverið, bæði staðnum og sá þeim sem hann hafði síðan varðið. Hann keypti til staðarins í Skálaholti, Árnes og Sandártungu og nær allar Vestmannaeyjar áður hann andaðist, og ætlaði þar að setja munklífi, en honum entist ekki til þess líf. En þá Ketil biskup var nú orðinn vel sjötugur að aldri, þá fór hann til Alþingis og fal sig undir bænahald allra lærðra manna prestastefnu, og bauð Magnús biskup honum heim með sér í Skálaholt til kirkjudags síns og brúðlaups þess þá skyldi vera. Sú veisla var svá mjög vönduð, að slík eru síst dæmi til á Íslandi. Þar var mikil mjöður blandin og atföng önnur sem best máttu verða. En föstudags aftan fóru biskupar báðir til Laugar í Laugarás eftir náttverð. En þar urðu þá mikil tíðindi. Þar andaðist Ketil biskup, og þótti mönnum það mikil tíðindi. Mikil hryggleiki var þar á mörgum mönnum í því heimboði, þar til biskup var grafinn og hann var búið. En með fortölum Magnús biskups og drykk þeim ágæta, menn áttu þar að drekka, þá urðu menn nokkuð afhuga skjótara en ellegar mundi. En eftir það var kjörinn til biskups á Hólum Björn Gilsson, og fór hann utan með bréfi Magnús biskups til Ásgeirs erkibiskups, og var Björn vígður til biskups næsta dag eftir krossmessu á vár, og fór út hingað eitt sama sumar, og var biskup á Hólum 15 vetur. En þá 15 vetur varu liðnir frá andláti Þorláks biskups Runólfssonar, en Magnús biskups hafði verið 14 vetur, þá barst sú óhamingja á Íslandi, að eigi hefur önnur þvílík orðið að mannskap. Þá Magnús biskup hafði farið yfir Vestfjörðu, og var í Hítardal Mikjálsmessu, en í næsta dag eftir messudaginn þá kom þar eldur í bæinn náttmál, og varð biskup eigi fyrr var við, en honum þótti eigi óhætt út að ganga, og var sem hann vildi eigi bæði gera að flýja og dauðans, hann sá þá nálgast, en hafa þess áður beðið jafnan almáttugan Guð, að hann skyldi það líflát spara honum til handa, honum þætti sér í því löng sín píning. Magnús biskup lét það sitt líf í húsbruna, og með honum 2 menn og 8 týr. Þar andaðist Tjörfi prestur Böðvarsson, en ávallt hafði honum þjónat í hans biskupsdómi. Þar létust 7 prestar aðrir og allir göfgir. Lík biskups og Tjörfa váru nálega óbrunnin og várum bæði færð í Skálaholt, og þá váru sendir skynsafir menn í Fljótshlíð. Pál prestur Sölvason úr Reykjaholti og Guðmundur Konráðsson segja þessi tíðindi Halli Teitsinni og Eyjólfi Sæmundarsinni,
og öðrum höfðingjum á veislu voru með honum. Þeir fóru strax í Skálaholt, en vestan komu með lík biskups og Tjörva Guðmundur prestur Brandsson og Snorri Svertingsson og fleiri virðulegir menn og komu í Skálaholt Díónissi í messu. En Gereónisdag voru líkin niður sett hjá grefti inna fyrri biskupa og hefur engan vetur meir til óendis hagat, en þá menn urðu svo nauðskilja að nálega varð hver við sinn ástvinat skiljast í Hítardal. Magnús biskup var vígður til biskups af Össuri erkibiskupi á dögum Anakleti páfa, á dögum Haralds konungs Gilla og Magnús Sigurðssonar Noregskonunga. Þá var hann vetri meir en hálffertugur, en hann andaðist í húsbruna í Hítardal 5. dag viku, einni nótt eftir Mikjálsmessu. Þá var liðið frá Hingarsburði Kristi 1100 vetra, 4 tíir og 1 vetur. Þá hafði hann 14 vetur verið biskup. Meðan Magnús var biskup þá sviku bæjarmenn Harald Gilla, og þá felluð þeir Magnús konungur Sigurðarson og Sigurður Slembitja. Þá varð víg Þóris Steinmóðssonar og andlát Össurar erkibiskups og Hrafns Úlfhéðinssonar lögsögumanns og Finns lögsögumanns og Heinreks Englandskonungs, og margt annað varð á hans dögum, það mikil tíðindi varu í. Eftir andlát Magnús biskups í næsta sumar varð að kjósa mann til biskups, og fór utan Hallur Teitsson og mælti til alls staðar þeirra máli, sem hann væri ávallt alls staðar þar bannfæddur, sem þá kom hann. Hallur andaðist í trekt þá þeir fóru aftur, og var eigi vígður til biskups, en þá útspurðist andlát Halls Teitssonar til Íslands, og menn spurðu það, að þá mundi enn þurfa að kjósa biskup, það var þá allra manna kör sem ráða áttu með forsjá Bjarnar biskups að Hólum, að menn köru til biskups norðlenska mann, þannig Klængur hét, og var Þorsteinsson og Halldóru Eyjólfsdóttur. Kapitel 9 frá Klængi biskupi og kirkjusmíð. Klængur Þorsteinsson var vænmaður að áliti og meðalmaður að vexti, kviklegur og skörulegur og alger að sér og ritari góður og hinn mesti lærdómsmaður. Hann var málsnjallur og örugur að vinfesti og hinn mesta skáld. Hann hafði verið með Katli biskupi og hafði hann í mörgu lagi hans háttu góða. Klængur fór utan það sama sumar sem hann var til biskupskjörin með brefum Bjarnar biskups á fund Áskels erkibiskups, og vígði hann Klæng biskup 12 nóttum eftir Maríumessu á Vár, og hitt sama sumar eftir fór hann til Íslands, og var þá kominn frá Róm sunnan og allt utan úr Vár Gissur Hálsson, og fór út með honum, og áttu þá menn að fagna 2 senn við mestum mannslandi. Á 2 skipum komu út stórviðir þeir, Klængur biskup lét höggva í Noregi til kirkju þeirrar, hann lét gera í Skálaholti. Að öllu var vönduð fram yfir hvert hús annað, þeirra á Íslandi varu ger bæði að viðum og smíði. En biskup kom til stólsins í Skálaholti, þá varð hann þegar svo vinsæl við alþýðu, að jafnvel unnum honum menn hug ástum, hann hafði skamma stund að stóli setið, en heldur höfðu við honum horft í sínum huga. Það eigi kynlegt tótt sá yrði, því að hann var stórlyndur og stórgjöful við vini sína, en ör og ölmösu góður við fátæka menn. Linur og lítillátur var hann við alla, kátur var hann og keskifimur, og jafnlyndur maður við vini sína. Svo að þangað var til allra úrlausna að sjá, hann var, meðan hann var að stólnum, hvers kyns við þurfti. Hann lét þegar taka til kirkjusmíðar, hann hafði 1 vetur að stólnum setið. Sá sýndist öðrum mönnum tillög vera mikil til kirkjugerðar að hverju missurum, bæði í viðarföngum og smíðakaupum og mannhöfnum þeim þar fylgdu, að svá þótti skynsumum mönnum sem öll lausafé
þyrftu til að leggja, þau til staðarins lágu í tíundum og öðrum tillögum. Búið þurfti í annan stað svá mikilla tillaga að hverjum missurum fyrir sakar fólksfjölda og gestrisni og annarar afvinnu að svá þótti sem þar mundi þurfa til alla lausa aura, þá staðurinn átti. Í 3. grein hafði hann svá veislur fjölmennar og stórar, fégjafir við vini sína, bæði váru margir og göfgir, að þeir þurfti nálega ógrynni fjár til að leggja. En almáttur Guð allt gott gefur af sér, lét engan þann hlut skorta þurfti að hafa, bæði til kirkjugerðar og annarar afvinnu þeirrar biskup vildi láta hafa, meðan hann lifði. Þessir váru höfuðsmiðir af kirkjunni í Skálaholti. Árni kallaður var höfuðsmaður og Björn hinn Hægi Þorvaldsson. Illugi Leifsson teldi og viðu. En þá kirkjan var alger, orti Runólfur biskupsson vísu þessa. Traust höll sús Kristi, hugblíðum lét smíða, góð rót undir ráðum, ríkur stjórnari slíkum, gifta vas það gerði, Guðs rann íugt hanni, Pétur hefur eignast Ítra, Árnasmíð og Bjarnar. Traust sú höll voldugur stjórnari lét smíða, hugblíðum Kristi, slík ráð góðum rótum runnin. Það var gæfa að Björn gerði þetta Guðshús. Pétur Pjóstóli hefur eignast ágæta smíð Árna og Bjarnar. Þetta voru þessar útskýringar. Kapitel 10. Skörungsskapur Klængs biskups. Klængur biskup var svá mikil málafylgismaður, ef hann var sóttur til ásjár, að hann var bæði höfðingi mikil sakir visku og málsnildar, honum voru og landslögin í kunnara lagi. Af því höfðu þeir höfðingjar allan hlut mála, biskup var í fylgi með. Þar og engi sú gerð stórmál, að eigi væri Klængur biskup til hverrar tekin. Þeir váru og hans vinir traustastir, mest váru virðir á Íslandi, Jón Loftsson og Gissur Hallsson. Klængur biskup átti og gjafavíxl við hina stærstu höfðingja í öðrum löndum, þeim í nánd váru, og af slíkum hlutum varð hann vinsæl bæði utanlands og innan. En þá kirkjan var gerð í Skálaholti, svo að biskupi þótti hún til vígslu fallin, og gerði biskup veislu mikla og ágæta vinum sínum og bauð þangað Birni biskupi og Nikolái ábóta og mörgum höfðingjum, og var þar mesti fjöldi boðsmanna. Þeir vígðu báðir kirkju í Skálaholti, Klængur og Björn, annar utan en annar innan, og helguðu báðir Pétri Pjóstóla, sá sem áður hafði verið, en Nikulás ábóti hafði formæli. Það var á degi viti píningarvátts, en eftir tíðir bauð Klængur biskup öllum þeim mönnum við kirkjuvígslu höfðu verið, að hafa þar dagvörð. Þeim sér þótti það betur gegna, og var það enn gert meir af stórmennsku en fullri forsjón, að því að á einn veg reyndist það ávallt að eiga undir mörgum heimskum, en einn vitur maður má vel fyrir sjá með stillingu, og mátti þar og þá mikill að raun það komast, fyrir því að eigi höfðu þar færri menn dagsverð en 700, og var tillög með óhægjendum áður en létti. Sú veisla var alvirðuleg, að öllum þeim mönnum þótti þangað var boðið, og váru þeir allir virðingamenn váru með stórum gjöfum á braut leystir. Klængur biskup lét prýða það mest hann mátti til að fá kirkju þá, hann lét gera að Skálaholti, uns honum var að öllu búin. Hann lét gera gullkáleik og setja gimsteinum og gaf kirkjunni. Hann lét og rita tíðabækur miklar og miklu betri en áður váru. Sú var hans iðja senn að kenna prestlingum, og ritaði og söng psaltari, og mælti þó allt það nauð bar til. Meinláts samari var hann í mörgu lagi, en aðrir biskupar höfðu verið í vökum og föstum og klæðabúnaði. Hann gekk oft berfættur nætur í snjóum og frostum.
Þá er Klængur biskup hafði 10 vetur biskup verið, þá andaðist Björn biskup að Hólum 2 nóttum eftir Lúkasmessu, þá er hann hafði 15 vetur biskup verið, en sumarið eftir var kjörinn Brandur prestur Sæmundarson. Og hafði hann utan með sér bréf Klængs biskups á fund Eysteins erkibiskups, og var hann vígður til biskups Maríumessudag síðara, og var í Björgvin vetrinn og svá Jón Loftsson. En síðan fór biskup út sumarið eftir og settist á biskupsstólinn að Hólum, sem hann var tilvígður. Kapítul 11 andlát Klængs biskups. Klængur biskup hélt allt til elli við vegsemd sinni og vinsældum, þá að allir virðu hans mikils, þeir mest várverður. En hann tók að eldast, þá sótti að honum vanheilsa mikil, og tóku í fyrstu fætur hans að opnast af kulda og meinlætum og óhægendum þeim hann hafði haft. En hann tók að mæða bæði elli og vanheilsa, þá sendi hann bréf sín Eysteini erkibiskupi og bað hann leyfis, að hann skyldi ná af hendi að selja landsfjölskyldir biskupsdóms síns og taka annan til biskups í staðinn eftir dæmum Gizurar biskups. En þau orð komu aftur af erkibiskupi að í hans leyfi skyldi biskup kjósa og senda utan, en hann skyldi halda upp tíðagerð og kenningum meðan hann væri til færð, þótt hann væri eigi færð til yfirfara. Klængur biskup fór til alþingis og sótti þá höfðingja að maður væri til biskups kjörinn, og var það allra manna ráð að hann skyldi kjósa þann sem hann vildi. En hann kaus Þorlák Þórhallsson, þá var ábóti í Þykkvabæ, og var það mikil gæfa Klængs biskups, hann kaus þann mann eftir sig, nú sannheilagur, og allir megu vita að aldrei hefur fyrr meir neinn maður að því reynst á Íslandi nema hinn helgi Þorlákur biskup, þá var til biskups kjörinn. En þó hafði Klængur biskup staðarforráð misseri, og var þá óhægt fyrir að ráða, því að þá lágu engar gjafir til staðarins, en afvinna var engu minni. Klængur biskup seldi sjálfur að hendi staðarins forráð og fekk þau í hendur Þorláki ábóta, og þeim mönnum hann kjörið til með sér. En hinn síðustu misseri Klængur biskup lifði, reis hann nálega ekki úr rekkju og bjóst eftir því við andláti sínu, sem hver vitur maður mundi sér helst kjósa í löngum vanmætti. Klængur var vígður til biskups á dögum Eugeni páfa af Áskalli erkibiskupi og á dögum Eysteins og Sigurðar Noregs konunga. Hann hafði þá 7 vetr 5. við tígar, og hann var biskup 24 vetr. Hann andaðist 3 nóttum eftir Matthíasmessu, og ber sá ártíð hans en 4 hlaupár eigi. Þá var þáttdagur í imbrudögum langa föstu. Þá var liðið frá hingað burði Kristi að ártali einum vetri miður, en 7 tíir 1200, og var hann grafinn hjá einum fyrrum biskupum. En Þorlákur ábóti stóð yfir honum, bæði yfir hans grefti og yfir hans andláti, og bar hann honum alls konar giftusamlega til, en slíkur maður skyldi yfir honum standa bæði lífs og önduðum, sem nú reynist fyrir Guði sæli Þorlákur biskup. Mörg urðu stórt tíðindi meðan Klængur var biskup, þó að ekki geta hér eigi margra. Þá var fyrst fráfall þeirra bræðra Gilasonar Noregskonunga, Sigurðar fyrst, en þá Eysteins, en síðar Inga og andlát Jóns erkibiskups og fall Hákonar Herðibreiðs og andlát Bjarnar biskups að Hólum. Á dögum Klængs biskups var pynturinn helgi Tómas erkibiskup í Englandi, og á hans dögum kom annað sinn upp eldur í Heklufelli. Þá varð og jarðskjálfti, sá mannskaði varð að. Þessir menn önduðust íslenskir meðan Klængur var biskup. Jón Sigmundarson og Hreinn ábóti
Pál Þórðarson og Guðmundur Ketilsson, Bjarnhéðinn prestur Sigurðarson og Beinir bróðir hans, Víg Helga Skaftasonar og Nikulás Sigurðsson var þá felldur í Þrándheimi. Nú má oss sýnast sem eigi hafi slíkur skörungur verið á Íslandi fyrir margar sakir sem Klængur biskup var. Viljum vér og það ætla að hans rausn muni uppi vera meðan Ísland byggt. Nú komið að frásögu þeirri segja skal frá sæla Þorláki biskupi og þessi saga hér samið til skemmtanar bæði mönnum til frásagnar sem aðrar þær hér eru fyrir ritaðar. En svá vel sem frásögn fer frá hverjum þeirra, þá eru þó engi dæmi fegri í alla staði en frá þessum dýrlegu Guðs vin að segja Þorláki biskupi, að réttu má segja Geisli eða Geimsteinn heilagra, bæði á þessu landi og sá annars staðar heiminn. Hann má að sönnu kallast postuli Íslands sváseminn Helgi Patrekur og biskup kallast postuli Írlands, því að þeir frömdu verk postula sjálfra í sínum kenningum og þolinmæði bæði við óhlýðna menn og rangláta.